setja inn í hvort það svona skemmtilegri þengi, en það skiptir í sjálfu sér. Já. Þannig að þú veist þetta hérna núna. Var mækinn komin í lag eða? Það ekki. Helst með snúlan mín. Nei, ekkert mál. Það var bara, við erum bara við 12 hjól. Við náðum ekki hjólstyrði. Þið vantum við svona setja brun á velinni. Í alvöru. Sést þetta alveg vel núna? Hún getur lýst leiknum í gerðin þetta. Já, ætlaði að gera það að spyrja, ætlaði að hafa ekki kynna það, þannig að... Og þú sagði nei. Jú. Já, þannig að við erum svolítið lukkur. Já. Já. Kemur þið? Nei, þetta er ekki það. Ok, byrja bara núna. Kalli, ég ít bara rekk núna. Það þarfst ekki að býta. þarf ekki að rekka en það þarf að snúa vélinni.
allt ready? Herðu, góðan daginn, kæru áhorfendur Stjarnan TV. Það eru smá tæknilegir örðugleikar hérna til að byrja með, en leikurinn er hafinn og það var Rakel Dögg sem skoraði fyrsta mark Stjörnunnar. Staðan er því 1-0. Ég ætla að renna yfir lið Stjörnunnar, en í markinu er númer 12 Heiða Ingólfsdóttir og númer 16 Hafdís Lilja Torfadóttir, númer 3 Kristín Skeving, númer 7 Ester Viktoría Ragnarsdóttir, númer 8 Aðalheiður Hreinsdóttir, númer 11 Helena Rut Örvarsdóttir, númer 13 Solveig Lára Kennesteð, númer 14 Stefania Theodórsdóttir, númer 15 Hanna Guðrún Stefánsdóttir, númer 17 Natalia Valencia, númer 19 Þorgerður Anna Atladóttir, öðru nafni Queen of Olís. Númer 21 Elena Birgisdóttir, 27 Rakel Dögg Bragadóttir og númer 29 Brynhildur Bergmann Kjartansdóttir. Það var leikmaður númer 21 í liði Selfoss sem jafnaði, Diana Radejevots. Herri, þá var það lið Selfoss, númer 15 Katrín Ósk Magnúsdóttir, númer 16 Áslaug Ýr Bragadóttir, númer 3 Hulda Dís Þrastadóttir, númer 4 Hrafnhildur Hanna Þrastadóttir, númer 7 Margrét Katrín Jónsdóttir, númer 17 Arna Kristín Einarsdóttir, númer 19 Ásta Margrét Jónsdóttir, númer 21 Díana Radojevits, númer 29 Ída Bjarklind Magnúsdóttir, númer 50 Perla Rut Albertsdóttir, númer 87 Adina Gidoaracha og númer 88 Carmen Palamaríu. Og það var leikmaður númer 87 sem skoraði annað mark Selfoss, Adina. Helena á hér skot í stöng. Það var það leikmaður númer 88 Carmen Palamaríu sem skora fyrir Selfoss. Brotið hér á Helenu og það eru 2 mínútur á leikmann númer 21, Díönu. Leiktíminn hefur verið stöðvaður og mér sé ýmsar aðferðir notaðar til þess að ná harðbuxuna af gólfinu. Leiktíminn aftur komin í gang og fín sókn hjá Stjörnunni, en það er hún Katrín Ósk sem ver þetta frá Hönnu. Það var Selfoss í sókn.
Fín vörn þarna hjá Stjörnunni. Innleysing og hörkumark frá leikmann nr. 4, Hrafnhildi Hönnu Þrastardóttur. Sölvi Lára og Rakel með línusendingu en Elena skýtur framhjá. Höndi komur upp í dómarunum og það er leikmaður nr. 4 aftur, Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir með sitt annað mark. Þá tekur Harry leikhlé fyrir lið Stjörnunnar. Þá er leikurinn hafinn að nýju. Rakel sendir yfir á Sollu. Rakel stillir upp í kerfi. Klipping og broti á Elínu inn á línunni. Hrafnhildur Hanna kemst inn í sendinguna. Og frábær sending hjá Sollu, en það er Katrín Ósk sem nær að verja frá henni Elínu. Elína alein inn á línu, en Hrafnhildur nær að skora. Nei, það er Katrín Ósk sem nær að verja. Og þá skorar Elína glæsilegt mark inn á línunni. Fín vörn þarna hjá henni Elínu. Skref á Adínu. Löng sending fram á Hönnu Guðrúnu. Hún róar þetta niður og bíður eftir restinni af liðinu. Algjörlega bara einbeitingarleysi í vörninni. Rakel Dögg sendir inn á Elínu sem skorar sitt annað mark fyrir lið Stjörnunnar. Stjarnan búin að minnka muninn í 5-3. Það grunlega virkaði þetta leiklið hjá honum Harra.
Hrafnhildur Hanna með skot yfir í liði Selfoss. Þá er það Helena með hörkumark, númer 11, 5-4 fyrir Selfoss. Hrikalega öflug, leikmaður númer 87, Adína fiskar hér víti fyrir lið Selfoss og það er Rakel Dögg sem fær hér gula spjaldið. Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir skorar örugglega úr vítinu. Selfoss búið að skipta yfir í 5-1 vörn. Klaufagangur í sóknarleik Stjörnunnar, Rakel með sendingu út af. Og enn skorar Hrafnhildur Hanna fyrir Selfoss. Díana spilar hérna langt fyrir framann. Lína án á Stefaníu, Helena hefði bara getað að fara sjálf. Vítakast dæmt og Helena fær hér gula spjaldið sömuleiðis. Hafdís nálægt að verja en Hrafnhildur Hanna skorar úr vítakastinu. Selfoss með 4 marka forystu eftir 12 mínútur. Selfoss komast inn í sendingu Stjörnunnar en Stefaníu að vinna boltann á leiðinni tilbaka. Katrín Ósk veran frá Helenu. Hafdís Lilja ver í marki Stjörnunnar. Fríkast broti á henni Helenu og Natalie kemur inn á fyrir Helenu. Það er leikmaður númer 88, Carmen, sem fær gula spjaldið í liði Selfoss.
broti á Sollu. Hún vildi nú fá eitthvað meira. Syndist hún hafa farið í andlitið á henni. Góð vörn hjá Adínu, skotið hérna frá henni Helenu. Skref á hana Díunu. Virðist vera ósátt. Solla upp í skot og skorar. Fyrsta mark Sollu. Selfoss rýkur á stað án þess að fá flautu frá dómaranum. Og það er hún Hrafnhildur Hanna sem skorar sitt 5. mark í liði Selfoss. Brynhildur kemur inn á fyrir Helenu. Helena fær smá hvíld. Vel spilað. Rakel Dögg skorar eftir frábæra sókn. Helena komin aftur inn í vörnina. Natalie brýtur hérna á Perlurud og fær gula spjaldið. Heiða komin í markið fyrir Hafdísi í liði Stjörnunnar. Aftur skref og 2 mínútur á Hrafnhildi fyrir að hafa kastað boltanum frá sér í staðinn fyrir að leggja niður. Stjarnan einu manni fleiri segi. Brynhildur komin á miðjuna. Rakel út í vinstri skyttu. Solla hægra megin. Og vel spilað. Stefania skorar. Bætir upp fyrir línumistökin áðan. Stjarnan spilar hér 6-0 vörn. Einum fleiri, engin línumaður til þess að hafa áhyggjur af. Það var Adíana með skot sem að vörn Stjörnunnar tók og Heiða síðan grípur. Ekki alveg nógu vel útfærð sókn hjá Stjörnunni, einum fleiri, svolítið dýrt, 2 mörkum undir.
Fín vörðuna hjá Stefaníu. Höndin kom hann upp hjá dómaranum og það er Carmen sem á skoti stöng. Stefnan á innkast og aftur er jafnt í liðum. Brynhildur með frábæra fintu, fiskar hér víti. Sækir að milli 1 og 2. Rakel Dögg fer á punktinn og skorar. Staðan orðin 8-9 fyrir Selfoss. Adina með yfirhanda fyttu sem að Natalie og Rakel stöðva. Fín verðarna hjá Stjörnunni. Höndin komin upp hjá liði Selfoss. Hrafnhildur með skot sem að Heiða ver en það fer í innkast. Þannig að þá er nýsókn, höndin komið niður. Adina með skot sem Heiða ver en það er Perla Rut sem nær frákastinu og skorar. Frábær sending hjá Sollu inn á Natalie sem fiskar hér víti, bakhrending og 2 mínútur á Hrafnhildi. Hreindi Natalie hérna frá sér og það er nú yfirleitt 2 mínútur. Rakel aftur á punktinn og skorar. Minnkar muninn niður í 1 mark. Stjarnan aftur, einum munum fleiri. Þá er það Margrét Katrín í horninu í liði Selfoss. Perla leysir inn á línu. Adina með skot sem að vörnin tekur. Díana úti í vinstri skyttu og Carmen í hægri skyttu. Höndin komin upp í dömunum, Helena með gott brot þarna. Fín vörn hjá Stjörnunni. Já, góð vörn hjá Natalie. Slær boltanna úr höndunum á henni. Fer sjálf upp og skorar. Adina fær 2 mínútna brottvísun fyrir að slá á Natalie. Komin 1 fram. Algjört óþarfa brot að mínu mati. Leiktíminn stöðvaður og staðan orðin jöfn 10-10. Þá kemur Arna Kristín inn á fyrir Margréti Katrínu í vinstra hornið.
Hanna komin hana framar. Já, skot sem að Heiða á bara nokkuð auðvelt með. Selfoss 2 mönnum færri og Helena í gegn og skorar. Allt galopið. Enda 2 mönnum fleiri. Þá er Stjarnan komin yfir. Að ég held bara í fyrsta skiptið sinni stöðuna 1-0. Þá tekur Sebastian leikli í liði Selfoss. Staðan er 11-10, ekki 11-9 eins og er hérna á skjánum hjá okkur. Svona. Stjarnan ennþá einu manni fleiri. Hanna kemur út og tekur Hrafnhildi Hönnu úr umferð. Það er Adina sem er ennþá út af. Höndin komur upp í dómaranum. Skrefin. Hún fær fríkastið. Höndin ennþá uppi. Selfoss stillir upp í vegg og Hanna vel spilað en jafnvel varið hjá henni Heiðu. Stjarnan heppnar þarna. Þá kemur Ester inn fyrir Stjörnuna. Kemur inn á miðjuna, Rakel úti, vinstra megin. Fótur dæmdur á Rakel, ætlaði þarna að reyna að senda niður á Natalínu línu. Hrafnhildur nær að koma boltanum niður í horn en Solla kemst inn í sendinguna. Og Adina með 11. mark Selfoss. Skora sitt annað mark. Brynhildur með fínt skot í stöngina. Carmen nær boltanum og Selfosslið kemur hér og stillir upp í sókn. Hrafnhildur kemur inn. Spila nú á miðju. Adina í hægri skyttu. Og Díana í vinstri skyttu.
Fín vörn sem að Stjörnustelpur vinna. Allt opið í vörn Selfoss, eitthvað klaufganga þarna, misskilningur og Sólveig Lara nýtti sér það og skorar. Fín vörn þannig að Sólveig hleypur þvert yfir völlinn. Og Hrafnhildur upp í skot í slá. Natalie stekkur niður teiginn og nær að koma boltanum yfir á Helenu. Solar ávar þetta og Stjörnustelpur stilla upp í sókn. Stefáni kemur út. Heiða komin í vinstra hornið og glæsilegt Solar fiskar hér víti. Og Rakel á punktinn og vippar honum yfir Hanna Katrínu Ósk og skorar. Staðan var orðin 13-11 fyrir Stjörnunni. 1,5 mínútu eftir að fyrra leik. Brotið þarna á Perlurut. Tæp hálf mínúta eftir af þessum fyrra leik. Höndin komin upp í dómaranum. Natalie og Sólveig Lára með Hrafnhildi þarna í og Hrafnhildur upp í skot en það er hátt yfir broti á henni þannig að hún fær enn fríkast. Klukkan líður og dómarinn er ennþá með höndin uppi. Og Hrafnhildur upp í skot og í gegnum klofið óheppilegt á henni Heiðu. En þá er staðan í hálfleik 13-12 og við komum aftur að vörmu spori. Hvað erum við að tala um? Hvernig er þetta? Ég var bara að senda það, stendið þér. Ég bilast. Ég sakna þeim. Ég get ekki verið einu í þessu. Þetta er mjög vel gert. Já, ég er að skýta í mig. En þú veist, ættu að taka 10 km. Flott hjá þér. Ha? Rétt rúmlega hálfmynd. Þú
bjóða mig fram formann. Hvað segirðu? Nei, ég slökkti ekki. Ég heiti Páll. Herðu, hljóðið er ennþá á. Slökk á því bara svona í halabrunni. Strákar,
Jæja, þá byrjum við aftur. Staðan er ennþá 13-12 fyrir liði Stjörnunnar. Það er Selfoss sem byrjar í sókn hér í seinni hálfleik. Hrafnhildur með sendingun á línu og það er Hrafnhildur Rut sem byrjar sem skorar. Já, hljóðið er eftir á. Ég er að lýsa því sem það er þér. Ekki þessu. Natalie með skot sem er varið. Þá kemur Selfoss í sókn. Hrafnhildur sækir að með skot í slá og Helena nær frákastinu Solla með sendingu fram sem er ætlaðinni Heiðu en Hrafnhildur kemst inn í sendinguna. Hrafnhildur upp í skot, Helena nálægt í að verja boltann en hún nær að skora niðri fjær. Helena með skot sem er varið. Katrín Ósk er með langa sendingu fram á Perlu Rut sem skorar. Staðan orðin 15-13 fyrir Selfoss. Brotið hér á Helenu. Þorgeir og Anna gera sig klára. Helena með yfirhanda fintu og skot í slá. Hanna nær nú frákastinu en það er Díana sem er rekin út af í 2 mínútur og dómarar dæma víti. Rakel á punktinn í 4. skiptið og skorar. Rakel kom með 6 mörk. Allt galopinn á línu í liði Selfoss. Natalie kemst inn í sendinguna en það er brotið á henni og tíminn stöðvaður. Þá kemur Þorgeir og Anna innan fyrir Helenu í vinstri skyttuna. Stór fjölskylda Þorgeirar mætt í stúkuna eins og vanalega. Tím tók alla.
frábær sending, allt galopið í vinstra horni. Rakel með fína sendingu niður í horn á Heiðu sem skorar sitt fyrsta mark í þessum leik. Staðan er 15-15 og Selfoss er enn leikmanni færri. Hrafnhildur upp í skot með nær að koma boltanum niður á Perlu en Heiða ver og Stjarnan Brynjar upp í sókn. Glæsileg sending hjá Rakel. Platar halva Selfossvörnina með því að ætla að senda niður í horn á Hönnu en þá opnast allt fyrir Natalíu inn á línu. Natalíu kom með 2 mörk. Vítakast dæmt á Stjörnuna. Díana fiskar það og það er Hrafnhildur Hanna sem fer á vítapunktinn. Sem skorar. Og jafnar í 16-16. Ómar að stöðva hér sókn Stjörnunnar. Mikil barátta inn á línunni. Solla sækir að. Selfoss með fína vörn. Þorgeir Anna með skot langt yfir en það er brotið á henni og Stjarnan fær fríkast. Höndin komin upp. Og Þorgeir með skot og skorar, fer af leikmanni Selfoss en Áslaug Ýr nær ekki að verja. Fyrsta mark Þorgeirar. Díana með skot sem fer í gólfið og yfir. Það koma Stjörnustelpur hér upp völlinn. Fríkast, dæmt og Helena og Solla skipta. Solla kemur í hægri skiptuna og Helena hleypur út af. Tokka með skot og skorar. Staðan orðin 18-16. Þá er það Hrafnhildur upp í skot hinum megin og skorar fyrir lið Selfoss. Vítakast dæmt. Hanna Guðrún fiskar víti.
Rakel með sitt 5. mark úr vítum. 7. markið sitt og staðan er 19-17. Tæplega 10 mínútur liðnar á seinni hálfleik. Hrafnhildur upp í skot sem er framhjá. Helena kemur upp og Hanna leysin á línu og fiskar aftur víti. Vel spilað þarna hjá Helenu. Leiktími staður og Selfoss stúlkur skipta markmann. Katrín Ósk kemur inn á. Og enn og aftur skorar Rakel Dögg. Helena komið framalega inn í vörninni og nær að stöðva Hrafnhildi. Fín fintast hjá Carmen, snýr Aðalheiði þarna í hægra horninu og skorar og minnkar munin niður í 2 mörk. Þorgeir Anna komin á miðjuna. Og Rakel upp í skot og skorar sitt 8. mark. Selfoss stelpur með sendingu út af og Stjarnan með innkast. Rakel sækir Natalie allt opinn á línu. Natalie skorar, nær frákastið þarna. Það var Díana sem sló boltan úr höndum Þorgerðarinnu en Natalie nær frákastinu og skorar. Stjarnan kom með 4 mörkum yfir. Hrafnhildur upp í skot og skorar. Hrafnhildur kom með 10 mörk í liði Selfoss. Þorgeir Anna leysir hann inn, Solla sendir á hana og Þorgeir fiskar fríkast. Heiða í vinstra horni, Togga í vinstri skyttu sem sækir hann á miðju og skorar. Nei. Dómarnir eru fljótir að flauta, taka það á sig og dæma fríkast.
Ester er á miðjunni, Solla í hægri skyttu, Natalie á línu og Hanna í hægra horni. Heiða inn í vinstra horninu og skorar. Hrafnhildur upp í skot sem að Heiða ver. Hrafnhildur aftur upp í skot sem að Heiða ver. Og Stjörnustelpur róa sóknarleiki niður. Stjarnan gerir nú tvöfaldar skiptingar. Rakel og Helena koma út af og Solla og Tokka koma inn. Vel spila þarna hjá Stjörnunni, Heiða óheppin á skoti stöng. Leysti þarna inn úr vinstra horninu, þá er Selfoss sækir hratt upp en fríkast dæmt. Hrafnhildur Hanna enn og aftur skorar sitt 11. mark. Stjarnan tapar boltanum, Selfossstelpur koma upp, frábærlega varið hjá Heiðu. Ver þarna dauðafæri frá Díunu og Stjörnustelpur róa sóknarleikinn. Þorgeir Anna sláinn inn. Tekur svo langa skiptingu. Þetta er ansi löng skipting, hleypur frá vinstra horni, vinstri skyttu og út af. En er Stjarnan 4 mörkum yfir. Þá er Hanna farin að taka Hrafnhildi út úr umferð. Löngu kominn tíma það, enda Hrafnhildi komið með 11 mörk. Skref á lið Selfoss og löng sending fram á Hönnu sem skorar. Ég held að sé 4. eða 5. skipti sem að búið að dæma skref á lið Selfoss og Sebastian, þjálfari Selfoss, tekur leikhlé. Stjarnan 5 mörkum yfir, 25-20 þegar tæpar 19 mínútur eru liðnar á seinni hálfleik.
er leikurinn hafinn á ný. Selfoss í sókn. Hanna tekur Hrafnhildi Hönnu úr umferð. Og Hanna fær hér dæmdar 2 mínútur fyrir bakhrindingu að mér sýndist. Hrafnhildur reynir hér skot sem Heiða ver. Ég held að þetta sé í fyrsta skipti í leiknum sem að Selfoss er einu manni fleiri. Hrafnhildur aftur upp í skot sem að Heiða tekur. Illa farið með sókn einu fleiri. Solveig Lára fintar hér Örnu Kristínu og fiskar 2 mínútur og vítakast. Þá fer Rakel Dögg aftur á punktinn og nú sér Katrín á skviðinni. Rakel hefði getað skorað sitt 7. mark á vítapunktinum. En það er jafnt í liðum, bæði liðið með mann út af. Hrafnhildur upp í skot og enn og aftur ver Heiða. Rakel enn með sendingu niður í vinstra horn, niður á Heiðu, Heiða óbeint handa með skot í nærstöng, Natalie nær frákastinu og nær fríkasti. Stjarnan komið með sinn mann inn á og eru því einum fleiri. Helena upp í skot, dæmt fríkast. Misjafni sendingin á línuna þarna frá Helenu. Selfoss stelpur bruna hér upp völlinn og það er Perla sem að fiskar hér víti og 2 mínútur. Helena sýnist mér fær 2 mínútur. Skilur reyndar ekkert í því af hverju hún er rekin út af. Þá er jafnt í liðum næstu 19 sekúndurnar þangað til að leikmenn Selfoss fá sinn mann inn á. Helena er enn að veltaði fyrir sér af hverju hún hafi fengið þessa brottvísun. Og Hrafnhildur upp í skot, á skot í slá og út af, Stjarnan brunar upp og Heiða
í dauðafæri, brotið á henni, slegið í höndinni, fiskarvíti og Adína er rekin út af. Fyrir að slá þarna á höndinu. Ég held að þetta sé annars skipti sem að hún gerir þetta í hraðahlaupi. Þá fer Hanna á vítalínuna og skorar samskeytin og fagnar með tilheyrandi hætti. Hún hefði átt að taka Svaninn þarna, það hefði verið viðeigandi. Hanna kom með 2 mörk í þessum leik og þær spila enn 5-5. Leiktíminn stöðvar og Natalie fær hér 2 mínútur fyrir brota á Hrafnhildi Hönnu. Stjarnan þá 2 mönnum færri. Mikið brotti sem er núna síðastliðnar mínútur. Eitthvað miskilningur inn á tímavaraballinu. Leiktíminn stöðvar. Dómararnir þurfa eitthvað að ræða saman. Og boltinn er dæmdur af Selfossliði. Ég verð bara að viðurkenna, ég veit ekki alveg af hverju. Ætli það hafi ekki verið að þjálfararnir hafi fengið 2 mínútur og það er Perla Rut sem fer út af, tekur 2 mínútur á sig, en þá er enn og aftur jafnt í liði með 4-4. Þetta er búið að vera leikur brottvísnáma. 4-4. Nú er það bara maður og mann. Sola hérna með langa sendingu á Rakel en Heiða nær frákastinu. Sola sækir að. Brotið á henni og skrifdæmt en fríkasti og Harry tekur leikhlé. Ég sé nú ekki hversu margir eru að horfa á hún. Ég veit að Hilla G er að horfa frá New Jersey. Sendi stelpunum strauma. Hildur, létt shoutout. Löng sending niður í Rakel niður í hægra horni á Sólveigu Láru sem skorar. Hrafnhildur með skot sem er framhjá en fær dæmt fríkast. Þá eru inn á í liði Selfoss er það
Díana Hrafnhildur, frábært vörð þarna hjá Heiðu, nær að slá boltan, sendur hann upp á Hönnu sem skorar. Mjög góð vörð þarna. Stjarnan komin í 8 marka forystu. Hrafnhildur með hörku skot í slanna og út og Stjarnan þá þær eru orðnar 5 inn á. Maður þarf bara að fara að telja þetta. Þá eru þær 5 á móti 4 en þá kemur leikmaður Selfoss inn og Helena skorar. Þá eru liðin orðin 5 á móti 5. Enn eru 2 leikmenn út af úr sitthvoru liðinu. Sölvi Lára tekur Hrafnhildi úr umferð en bakkar svo aftur niður í vörnina. Adína með snúning, fiskar fríkast. Þá er orðið fullskipað í báðum liðum. Fyrsta skipti í mjög langan tíma. Tæpar 5 mínútur eftir og Stjarnan er 9 mörkum yfir. Adína þarna með skot í stöng og út sem að Perla nær frákastinu af. Selfoss þegar hann með boltan og misefni línusendingarna hjá Selfoss. Hún ætlaði síðan að koma boltan niður í horn en kasta boltanum aftur fyrir mark. Stjarnan því komið boltan og Ester kemur hér inn í sóknina, inn á miðju. Sólveig með fína línusendingu en það er varið frá Elinu. Fínt skot frá Díunu sem að Stjarnan nær. Sendingu upp á Hönnu sem að sendir yfir á Heiðu en það er búið að róa sóknarleikinn niður. Þá er Kristín Viðarsdóttir komin inn á. Klaufalegt sóknarmistak þarna hjá Helenu og misheppnuð sending fram hjá Selfossstelpum. Og frábærlega gert hjá Helenu, sækir milli 1 og 2 hægra megin og skorar. Gal opnast þannig í vörn Stjörnunnar og það er Hulda Dís sem skorar. Staðan 30-21 þegar 27 mínútur rúmar eru búnar á leiknum. Seinni hálfleik þar að segja. Brynhildur komin inn í sóknarleikinn hjá Stjörnunni. Höndin komin upp í dómaranum og Brynhildur á hér skota markið sem er varið og Selfossstelpur bruna upp í sókn. Adína bara stempla sig inn í gegnum vörn Stjörnunnar og skorar. Og Elina fær hér 2 mínútna brottvísun.
sem þýðir það þá að Stjarnan spilar einu manni færri þar sem eftir er leiktímans. Fríkamps dæmt. Og Helena í gegn og skorar. Góð stiflun þarna frá Ester inn á miðju og enn fer Helena inn á milli 1 og 2 hægra megin. Helena komið með 5 mörk. Hrafnhildur er fljót að svara hinum megin og skorar hér sitt 12. mark. Helena reynir hér yfirhundafittu en það er brotið á henni. Höndin komur upp í dómarunum. Ester reynir að komast í gegn en það er brotið á henni. Og Helena í skot. Varð að taka þetta skot, höndin var uppi og það er varið og leiktíminn rennur hér út. Stjarnan sigraði því hér í dag 31-23. Þá bara þökkum við Kalli fyrir okkur hér í dag. Sérstakur aðstofamaður. Og við sjáumst í næsta leik. Góða helgi.